Gott kvöld og velkomin í Kastljósið. Flestum landsmönnum það alveg ljóst á þessari stundu að Davíð Oddsson hefur ákveðið að snúa sér frá stjórnmálum og færa sig í Seðlabankann. Það ekki ígjör að segja að Davíð hafi verið einn máttugasti íslenski stjórnmálamaðurinn frá upphafi og þetta eru því stórtíðindi. Davíð gestur okkar í kvöld, velkomin. Velkomin. Takk. Hvers vegna ákveður að gera þetta núna, að segja þessu lokið? Kannski langt síðan ákveðst þetta? Nei, það nú ekki mjög langt síðan. Þetta hefur verið að brjótast og byltast í mér undanfarið. Landsfundur náttúrulega kallar. Þá var ég að taka ákvörðun það hvort ég ætla að vera í 2 ári viðbót í forystu Sjálfstæðisflokksins og þá í ríkisstjórn. Þá hefði sá kostu verið fyrir hendi að taka slíka ákvörðun fyrir landsfund skömmu fyrir kosningar 2007. Mér finnst betra að gera þetta í tíma og gefa þá öðrum tækifæri til að taka við og undirbúa sig fyrir átök á næsta vori og þar næsta vori. Talar að leyfa öðrum að taka við, ekki viðurkennt að eftir svona stóran leiðtoga þá kemur svona getur komið kreppa upp í flokkum, svona stjórnarkreppa? Jú, ég nú bara svona meðalmaður. En ef við miðum við þá fullyrðingu mína að þú hefði sért fyrir ofan það? Já, svona í teóríinu þá það nú stundum sagt, jú, að það getur verið flókið eftir fyrirferðarmikinn leiðtoga að taka við, en ég held að við séum með mjög reynda menn og hæfileika ríka sem að geta auðveldlega axla þá byrði og allavega er það þannig. Mér finnst þessi tími góður að því leið til að flokkurinn í ágætri stöðu. Hann mælist í með mjög bærilegt fylgi og það er svona friður hann og maður veit aldrei í pólitíkinni hvenær maður hefur slíka stöðu til þess að taka hatt sinn og staf og hverfa út af sviðinu til hægri. Því stundum verið haldið fram að orð þín séu lög í flokknum, rétt eða röngu. Ekki aukin hætta á málefna ágreiningi núna þegar þú hverfur á sjónarsviðinu? Það er enda rétt að þennan tíma sem ég hef verið formaður flokksins hefur verið mikil eindrægni í flokknum og í þingflokknum hjá okkur þar hefur ekki verið neinir svona flokkadrættir eins og áður voru. Menn hafa ekki skipst í fylkingar, það er engin sérstaklega Davíðsmenn þarna og svo einhverjir annars menn þarna. Við erum einn hópur mjög samstæður þó við deilum auðvitað eitt og eitt mál eins og gengur. Þannig að ég vona að það haldi því að það er mikill styrkur fyrir hvert flokk að fylkingin á bak við foringjarna séu öflug og samhent og vinni vel saman. Því að foringjar sem ekki hafa gott landa bak við sig, góðan hópa bak við sig, þeir verða gjallandi málmur dálítill. Það vekur athygli að Einar K. Guðfinnsson verður sjávarútvegsráðherra. Hann náttúrulega þingmaður Vestfirðinga og hefur kannski talað máli smábátasjómanna meira en aðrir í hans flokki, allavega flestir aðrir. Er þetta til marks breytta stefnu Sjálfstæðisflokksins í sjávarútvegsmálum? Ég sagði nú þegar ég stakk upp á honum eða lagði til hans nafn á þingflokksfundinum að vandi meiri sá, hann aldrei fyllt okkar stefnu í sjávarútvegsmálum en það var nú meiri í gríninu alveg vegna þess að auðvitað er meginstefna alveg skýr og landsfundur mótar hana og stjórnarflokkarnir hafa náð saman með ákveðna stefnu en á móti kemur út og það er viðbót sem er góð að þekking Einars er mjög mikil á þessum málaflokki. Hann kemur úr atvinnugrein sjávarútvegsins, þekkir þannig alveg inn og út frá toppi til táar. Þannig ég held að hann muni nýtast mjög vel og leiða þetta starf mjög vel. Veikindin sem að koma upp, skipta þau miklu máli í þessari ákvörðun? Hefur til dæmis íhugað þetta, ekki íhugað þetta ef þú hefur ekkert veikst? Ég átta mig ekki alveg á því, það er svona, en ég er nú samt að vona það minnst að ég sé ekki að láta neinn veikindi flæma mig úr þessum störfum og þannig er að ég tel að ég hef náð góðum bata og læknar telja það, ég hef náð góðum bata en þetta hefur tekið svolítinn tíma og þess vegna finnst mér ég sé ekkert að svína á Seðlabankanum með því að fara þangað, ég alveg geta sinnt í starfi vel en á hinn bóginn þá kannski gerast það hjá mér eins og öllum öðrum sem að lenda í svona, það lendur nú margir í þessu menn taka meir eftir því þegar að svona einhverja fígúrur eins og ég lendi því heldur en aðrir en þetta er nú því daglega brauð víða hvar að þá er þetta bara eins og hver önnur svona áminning og aðvörun að það er ekki alltaf jólin og menn þurfa að vita það að eitt og annað getur gerst og þá minnir það mann líka á það að það er ekki endalaust tími endilega eftir og því ekki að reyna að nýta hann með öðrum hætti. Er eitthvað sem finnst þú eiga eftir að gera? Já, ég get út af fyrir sig líka haft mikið að gera í stjórnmálunum en þó er það líka þannig að ég hef fengið meiri tækifæri þar heldur en flestir aðrir og einhverjir menn getur nú sagt að fyrst að þessi maður hefur ekki klárað einhver mál
eftir að fengi svona mikil tækifæri verið eins og kallað hefur verið valdamesti maður landsins lengi svo gjarnan hefur verið sagt. Nú þá eins gott að hann sé ekkert að rembast þetta lengur og fara að gera eitthvað annað og aðrir tæki við. Því ég fengi svo góð og fín tækifæri frá kjósendum og fólkinu í landinu. Ekki bara stuðningsfólki míns flokks, heldur líka í samstarfi aðra flokka, bæði Alþýðuflokkin eins og hét þá og Framsóknarflokkinn síðar. Þetta hefur verið afskaplega gott og ánægilegt samstarf og núna á þessum degi þá mér svona eigna þetta mikið og ég er þakkláttur fyrir það meðan það varir. En það vita allir auðvitað innst inni að þetta margra manna verk, samstarf og samstæða og ekki heldur stjórnmálamannuna einna fjarið því það allt kerfið þjóðlífið verður að hristast með til að dæmi gangi. En hversna velurðu Seðlabankann? Getur ímyndað mér að þú getur verið sendiherra í einhverju spennandi landi eða ýmislegt annað? Ég vil nú vera heima hjá mér og ég ber mikla virðingu fyrir þeim sem að vinna okkar störf þá okkar þjóðar erlendis en ég vil vera heima hjá mér. Mér líkar best hér og þetta er starf sem að ég geti kannski komið að gagni í og forsætisráðherrann núverandi metur það svo og hefur sýnt mér þá vinsemd að velja mig til þess verks og ég er þakkláttur fyrir það. Og ef ég kem ekki að gagni þar, þá hætti ég bara. Þótt þú sést á leiðinni í Seðlabankann, þá verður þín vantanlega fyrst og fremst minnst sem stjórnmálamanns, þannig að ég ætla að gera lítið úr öðrum störfum þínum eins og skrifum þínum með því að nefna það. Hvenær ákvaðstu að helga lífið stjórnmálum? Varstu ákveðin eins og frá barsaldri að verða stjórnmálamaður? Nei, það var það nú ekki og fyrst held ég ætla mér að verða læknir, eitthvað þess áttar og síðan ætlaði ég mér nú að verða leikari eða listamaður og starfaði við leikhús í 2 ár sem ungur maður og svo fór ég í prófkjör og eiginlega tilvílun og það gekk vel og síðan gekk það betur og síðan gekk það ennþá betur og þarna var ég allt í einu. Ég var lítið aðeins á myndir svona frá ferlinum og kannski þú getur sagt okkur aðeins eitthvað ef þú manst eitthvað út á hvað þetta gekk eitthvað? Já, það það. Og þarna stjórnin náttúrulega 95 stjórnir meintanlega. Já, við förum svona dálítið aftar við ætlum nú að sýna aðra myndir fyrst en við skulum bara heyra þetta. Þarna ertu myndastjórn með Halldóri. Þetta er mótmæli eða hvað? Vegna... Já. Ég vona að Guð leggist aldrei svo lágt í stjórnarandstöðu hér. Þegar og ef sá tími kemur. Að gefa mönnum, gefa það í skyn. Að þeir sem væru ráða hér ráðu með meirihlutavaldi. Eðlilegu meirihlutavaldi. Að þeir væru með vitandi... Hefur afstæðið til þessa máls eitthvað breyst með tímanum? Nei, ég held að við höfum út af fyrir sér tekið rétta afstöðu en það er eins og gengur. Ekki allir sammála því. Þarna komum við að máli sem að búið að vera mikið í fréttum síðustu vikunar. Baugsmálið hefur... Menn hafa mikið tengt það við þig og ekki hvað síst sakborningar í málinu. Já, ég átti mér ekki alveg á því að það er gert en mér líður bara ágætlega svo leiðis, þetta er alltaf að koma. Hvað er það sem veikindin komin upp? Já, stóri skurðir, bæði hér í Kviðarhóli og góða gesti. Þarna er Jöran Persson. En ég held að læknarnir hafi gert mjög góða hluti með öllu þessum skurðum og fólki sem að síðan er að hjúkra með. Það ertu nú ennþá undveikur ekki sagt. Jú, eftir að Jöran Persson fór, ég held ég legið 20 tíma til að hafa tekið á móti þeim ágæta vini. Og hann er Halldór að taka við eitthvað? Halldór að taka við. Þurftur að leggjast einhvern til jafnaði eftir það? Nei, þetta var allt. Það var þýðingarmikið að forsætisráðherrann hver sem hann er á honum vegni vel. Því að þá vegnar þjóðinni held ég vel. Gjörðu svo vel. Ég er reyndar þarna ennþá dálítið slappur sýnist mér. Já, það er við. Eftir veikindi. Sjáum að þessum myndum að hárið hefur aðeins gránað frá fyrstu myndunum en þú er ennþá alveg sléttur í framann og lítur ágætt út. Það var stjórnmálinn farið vel með þig. Það er að því ég er dálítið feitur það fyllir svona betur út í það. Já, ég hefur náttúrulega gránað. Ég var stundum að segja við Jón Baldvin, minn ágæta samstarfsmann, hann hefði gert mig gráhærðan. Ég held að það hefur nú bara verið þannig að það var komin tími á það að ég skyldi grána. Og rakarinn minn sem er ákaflega traustur, hann segir mér að gráu hárin séu sterkari en hinn og þess vegna séu krullurnar að fara sko. Já, því að þau eru öll slétt og standa og mjög sjálfstæðari. Já, þau eru sjálfstæðari, þannig að ég get... Sérðu ekkert eftir krullunum? Nei, ég var reyndar í byrjun þegar ég var með þessar krullur sem strákur, þá var ég að bera þetta brillantín og alls konar feiti til að vera ekki með þetta.
En núna þetta farið sjálfkrafa, en hárið sjálfstætt, þess að Ólafur Thors talaði Þú veist, nú með miklu. Nú erum við komin við færum okkur aðeins aftar í tíman í þessum. Þarna verið að taka skóflustungu að Ráðhúsinu. Og þarna erum við dökkt og hrokkið hár. Já, þetta var mjög umdeilt mál náttúrulega. Já. En ég var nú mjög glaður yfir því að í kosningunum þegar að Ráðhúsið stóð hálfkarað í tjörninu, þá fengum við nú 60%. Já, einmitt. Í atkvæðum. Og þú byggðir þetta stórbyggingar, það var Perlan og Ráðhúsið. Já, og var formaður byggingarnefndar Borgarleikhús og svo var Viðeyjarstofa og Nesjavellir og margt sem var að gerast. Er einhver sem sérð eftir á þessum tíma sem borgarstjóri? Ekki, það nú margt svo sem, en það náttúrulega þannig að það verða aðrir að finna það út hvað við gerði rámt, held ég. Þannig ertu kjörinn varaformaður. Þannig kjörinn varaformaður, já. Og ferð gegn, þú ert bardagamaður á ferlinum. Já, ég fór gegn mínu Þorsteinn Pálsson með 651 Þetta er svo formans. Og svo ferðu gegn öðrum félagin. Já, æsku vinnu líka. Hvernig... Var það erfitt? Já, það var erfitt náttúrulega, en mér fannst staðan væri svo að þetta ætti að gerast með þessum hætti og ég held nú að sagan hefði sýnt að þetta hefði verið flokkslega nauðsynlega aðgerð þó hún hafi ekki endilega verið þægileg fyrir neitt. Hvernig leið þér eftir niðurstaðan Já, þú sér nú á myndinni mér, svona frekar alveg ekki við. Öðruvísi útfærsla og öðruvísi framgangur. Það er einhver tveir menn eins. Stekkur Jón Baldvin til þín? Já, hann er þetta mynda stjórn í Viðey með Jóni Baldvin. Þetta er hún komin. Já, þetta var ágætt stjórn. Hvernig var hún í samanburði við stjórnir? Mér hefur líka afar vel við allt þetta fólk sem að ég hef unnið. Þarna er eitt skemmtilegt mál eða manni finnst það núna þegar það berum út af skálinn. Menn fengu nú helling út úr því. Hvernig finnst þið það hérna? Ég var nú að skoða þetta á hann, mér fannst þetta nú ósköp saklaust. Þetta var nú kannski saklaust en síðan var til viðbótar var tekið upp eitthvað samtöl þar sem ég var inn í kokteilpartí og það var ekki eins hugulegt. 25 árum. Og þá hafði Bjarni Benediktsson, þáverandi forstjóri samband við fjármálaráðherrann og sagði þetta gera menn ekki. Og vissi hann nú heilmikið lög. Ég er sammála því, þetta gera menn ekki. Já, þarna er það að segja frá því þegar þú svona eiginlega slóst á puttan á Friðrik Sófussyni þegar hann hugðist leggja skatt á blaðburðarbörn. Já, ég man eftir því það. Maður má hugsa sér, það hefðir mátt hugsa sér þá aðferð að þú hefðir nift í hans svona baka til og sagt honum að kippa því tilbaka. Já, en Geir sagði einmitt í dag að ég hefði stundum verið dálítið erfiður í samstarfi þrátt fyrir allt en fjármálaráðherrarnir tveir, Friðrik og Geir, hafi staðið sér frábærlega vel en ég hef kannski gengið stundum dálítið hratt fram og það var líka minn stíll svolítið sem borgarstjóra. Málum var ákveðið mjög hratt og ég hef nú verið þeirra gerðar fljótur að taka ákvarðanir og fylgt þeim allt fast eftir, held ég. Til þess að þau borgarstjóri, þetta lítur voða svona einfalt og slétt á fellt út núna, en lá þetta svona fyrir þér, hugsaður ég fer að vinna borgarmálum, verður borgarstjóri, síðar verði ég forsætisráðherra og svo framvegis? Nei, ég planaði ekkert svoleiðis, en mér finnst afskaplega gaman að gera það sem ég er að gera á hverjum tíma og ég vona að það verði þannig mitt í framhaldinu og er afskaplega ánægð með allt það sem að mér snýr á hverjum tíma. Þetta er sjálfsagt einhver brenglun af einhverju tagi. En mér er bara þannig gerður. Ég er aldrei ímyndað mér eitthvað annað sem er skemmtilegra heldur en það sem ég er að gera í augnablikinu og sinni því þannig þó ég sé í gerðinni latur og þurfi að beita mig heilmiklu maga til að halda mig að vinnu. Þá er það líka ágætt þjálfun. Þú varst ekki nema rúmlega 30 þegar þú varst borgarstjóri, svo ferðu beint úr því að vera borgarstjóri að verða forsætisráðherra eftir að hafa unnið sigur í formannskjörinu og svo æxlast málin þannig að hvert kjörtímabili tekur við af öðru þar sem að þú heldur velli sem forsætisráðherra. Er þetta röð tilviljana? Ert þú svona mikill yfirburðamaður eða er það örlög þín að vera stjórnmálamaður af þessum kaliber, ef svo má segja? Já, það er eitthvað sagt ef ég segist vera svo mikill yfirburðamaður. Já, þú verður sennilega... Já, ég verður að sleppa því. Það verður tveir kostir eftir. Já, ég skal ekki segja, en það er svo rétt, þetta hefur gengið mjög vel og það hefur verið lánað, menn hafi náð að fylgja sínum hugsjónum eftir og ég tel mig hafa alltaf haldið mig að meginstefnu til við svona megin markmiðin. Ég hef alltaf vitað hvert ég vildi fara og að hver ég vildi stefna. En ég hef líka þrátt fyrir þetta tala, ég hef haldið öllu járngreipum og lamið minn á puttana og gert allt þetta. Þá tel ég mig líka hafa verið sveigjanlega í samstarfi og ég hefði ekki verið svona lengi í samstarfi við tvo ólíka flokka, Alþýðuflokkinn
og Framsóknarflokkinn ef ég væri alltaf óbilgjarn og gæti ekki lagað mig að annarra manna sjónarmiðum, annarra manna viðhorfum og allt þetta. Lítur það svo að þér sé ætlað ákveðið hlutverk í lífinu og hafur jafnvel ákveðin hátt verið leiddur áfram til þess að ná þeim markmiðum? Nei, ég held að það verði of mikið sagt. Ég hins vegar þeirra skoðunar að það sé yfir okkur vakað en ég ekkert að koma minni trúarsamhæringu mikið yfir á aðra. Það annar að sjá það en fyrst þú nefnir þetta þá þeirra skoðunar að það yfir okkur vakað og það ósköp aumt ef Guð myndi missa svona þolinmæðina með mannkyninu. Þú hefur látið ýmsa svona hafa það, svo ég haldi áfram með þennan stríða í til dæmis ýmsa businessmenn. Þú hefur svona sagt þína skoðun á þeim, þú tókst út peninga úr búnaðarbankanum, þið mislíkaði við stjórnendur og svo framvegis. Finnst þér, sumir myndi segja kannski að þarna væri forsætisráðherra að ofnota sitt svona eins og Superman, verður að nota heljarafl sitt af hófsemd? Það reyndar þannig að vald forsætisráðherrans mjög persónulegt vald og hann getur á stundum eða verður að taka sér þá stöðu að vera raunverulegur oddviti þjóðarsálarinnar og hann getur ekki gert það mjög svona sletti kalkulerað, hann verður látað tilfinninguna og hjartað ráða og þó þú gegnir hárri stöðu þá hjartað á sínum stað og það slær og þú verður stundum að láta það segja þér fyrir verkum og nokkur dæmi sem þú nefndir hafa ekki verið mjög yfirvegað að minni hálfu heldur hefur eitthvað blásið mér í brjóst og ég var reiður, svektur eða sár eða pirraður út af einhverju og látið það koma fram. Hefur skapið stundum tekið völdin meira en þú hefði viljað? Já, það hefur komið fyrir að ég hefði svona aðeins hlaupið á mig með það að ég get verið fljótur, svona tildulega fljótur upp og það var það oft sem krakki líka og var strítt á því, ég gat funað svona upp en það hefur líka verið þannig að þó að reiðin sé nú ekki góður ráðgjafi eins og sagt þá hef ég oft tekið ágætar ákvarðanir reiður vegna þess að það eitthvað sem að kyndi þá í manni og maður fylgir einhverju fast eftir og þannig það hefur ekki verið alvont þó ég ráðleiki ekki mönnum endilega. Hefur reiðin orðið til þess að þú hefur tekið með teppið eða jafnvel lagt niður stofnanir eins og þér? Nei, þetta talum ég... það satt? Nei, það ekki satt og að ég geri það með þeim hætti í hefndarhug eða þess áttar og meira segja að mér búið til samtöl við mig á teppinu sem að eiga ekki neina stóð og ég botnaði ekkert í en það svo smalt í lagi. Það hefur bara aukið mystíkinn í kringum embættið og bara hjálpað þó það sé ekki heil brúið í öllu saman. En það ekkert endilega vinsælt að leggja niður stofnanir og þá gefur mér skýring á því að forsætisráðherrann hafi verið svo fúll að hann hafi lagt bara stofnunina niður af því hann mislíkaði við forstöðumanninn eða mislíkaði einhverjar aðgerðir og svo framvegis. En ég held að sé miklu meira og betra að menn leggja niður stofnanir í stærri stíl en minni að menn telja að það sé skynsamlegt. Það var hreyfingu í þjóðfélaginu. Svona athugasemdir eins og svona gera menn ekki. Þetta verður fleygt og ýmislegt sem að þú geta flestir fallist á og þú sért mjög orðheppinn. Þetta tilbúið eða kemur þetta bara á augnablikinu sem þú þarft að segja? Ekkert það sem heppnast vel tilbúið. Menn skynja það svo fljótt ef að menn eru með eitthvað sem er heima tilbúið, menn búin að sitja með í vestisvarsan og taka það svo upp og reyna að nota á réttu augnabliki. En þetta kemur bara í hita augnabliksins? Já, það kemur í hita augnabliksins og kannski ef maður svona lætur vaða. Núna get ég gert það miklu meira heldur ég fyrir að hætta. Það var nálega sem urðu fræg, reyndar ekki sögða þér heldur, kollegaðinum á Alþingi, að þú hefðir skítlegt eðli. Ólafur Ragnar Grímsson lét þess orð falla 1992 minnir mig. Hvernig leið þér þegar hann varð forseti? Ég held að það hefur ekki svona haft mikil áhrif á mig held ég. Það var mér gert eins og ég dálítið mál með það að ég fór að útskýra með hverjum hætti maður myndi hrópa húrra fyrir forsetanum. Það var punkturinn frægi sem kannski einhverju búin að gleyma. Margir. En það eins og gengur, menn ólíkir. Svo má segja að það hefur orðið framhald á, ef hægt að tala átök ykkar í millið allavega, svona fjörug samskipti í fjölmiðlamálunum, þar sem að Ólafur Ragnar neitar að undirrita lög um fjölmiðla. Þú á þessum tíma hafðir ekki kynnst í oft að tapa í máli. Fannst þér þú hafa tapað þessu máli? Nei, mér fannst þjóðin hafa tapað vegna þess að forsetinn átti ekki að ganga erinda auðhrings gegn hagsmunum almennings. Það algjörlega ljóst að eitthvað öryggisákvæði sem aldrei hefur verið notað og hefur ekki einu sinni verið fyllt út í það af þinginu
En það var ekki hugsað til þess að forsetinn notaði það í þá auðhrings gegn hagsmunum almennings. En svona umræðan og eða baráttan, maður gat alveg séð að þetta var ákveðin barátta sem fór fram í fjölmiðlum, í kringum fjölmiðlalögin, þar sem að svona almenningsálitið virtist vera á móti. Já, það var nákvæmlega eins og það var, að þetta mál var afskaplega illa til þess fallið að stofna til illinda með þeim hætti sem þarna var gert, vegna þess að þarna áttu í hlut auðhringur sem réði við mörgum fjölmiðlum. Þess vegna var það svo afskaplega misráðið því miður að stofna til illinda með þessum hætti af hálfu þess sem á að gæta samheldinnar í landinu. En ef þú skoðar þetta núna þegar þú ert að hætta og ert að fara að hugsa annað, varst þú kannski harður eða gerðir eitthvað vitlaust? Ábyggilega hef ég verið eitthvað harður og gert eitthvað vitlaust. Víst ég hef ekki farið í gegnum þetta, en á hinn bóginn þá held ég að niðurstaðan sé nú svo að flestir sjá að eins og málin hafa þróast, þá hafi verið mjög brýnt að fá fjölmiðlalög. Því að þetta hefur ennþá þanist út í alla enda og kanta og menn nota þetta mjög miskunnarlaust eins og allir sjá. Þannig að þetta var mikið óhappaverk. En hvaða mál er svona eftirminnilegust og verður nú að velja úr fyrir okkur eitthvað sem að svona, þú ert kannski sérstaklega stoltur af eða? Ég held að afskaplega bara stoltur af því hugsaður á þessum degi þá komið fréttir frá Sameinuðu þjóðunum að eftir alla þessa starfsemi sem ég tekið þátt í og ég er ekki eigna mér einum að sjálfsögðu, þrátt fyrir þennan dag sem ég ætla að vera í svona smá hlutverki, að þá lýsa Sameinuðu þjóðir yfir því að Ísland sé land númer 2 í öllum heiminum þar sem best sé að búa. Við erum ánægð með það og eins er ríkið að klára borgarnir allar sínur erlendu skuldir. Ef við tökum eign ríkisins í Seðlabankanum þá verða skuldirnar nánast á sléttu. Það er ekki rétt að vera 20 milljarðar eftir eins og útvarpið sagði í dag. Þannig að þetta er mjög ánægjulegt og þetta hefur hafst vegna þess að við höfum gefið frelsinu forgang, við höfum sett það í öndvegi og auki svigrúm fólks til athafna og sköpunar og þetta er allt saman skilað sér og ég er stoltur yfir því. En síðan eru margvísleg mál, stór og smá, sem ég getur svo tínt upp sem ég þykir vænt en ég geymi það til síðari tíma. En hefur ekki stundum verið erfitt fyrir þig eða samherja þína þegar þú eru búin að auka frelsið að sætta sig við að þín náttúrulega fylgir minni áhrif? Já, það er nú allur galdurinn að það á að draga úr valdi stjórnmálamannanna þar sem valdir á ekki heima. Þú hefur dregið úr valdi forsætisráðherra eða hvað í þinni tíð? Ég hef dregið mjög úr valdi stjórnmálamannanna með lögum aðhald með stjórnmálamannunum, með stjórnsýslulögum og öðru slíku, með því að setja alla fjármálastofnanir á markað þar sem stjórnmálamenn höfðu mikil ítök og svo framvegis. En hins vegar vil ég að stjórnmálamenn séu sterkir og öflugir og fylgni sér þar sem það á við. En þú jafnframt haft áhyggjur á uppgangi sumra auðjöfra eins og Hannes Hólmsteinn kallar þá. Finnst þér stundum hafa búið til skrímsli sem sé erfitt að ráða við? Já, það er eins og gengur að ef við erum búið til frjálst þjóðfélag þá viljum við hafa þar samkeppni og skýrar, góðar og heiðarlegar leikreglur sem menn fylgja. Og það hefur kannski verið þannig að við höfum verið seinni til að fylgja með búningnum kerfið, frelsið, eftirlitsstofnanir séu virkar eins og þeir eru erlendis, fljótar í vöfum, ekki seinar vegna þess að kerfið sé erfitt fyrir þær, þá leika menn lausum hala og það er bara þannig, allstaðar, að menn ganga slangt eins og þeir geta. Ef við tökum bara fótboltavöllin sem dæmi, ef það verður engin dómari á vellinum, þá myndu þessir fínu íþróttamenn með fullan íþróttaanda þeir verður sparkandi hver í annan og gerandi kúnstir sem ekki eru leyfðar. Leikurinn á að vera frjáls en menn eiga að fara eftir leikreglum. Hvar myndir þú það staðsýta þig á skalanum frá vinstri til hægri? Ég veit það nú ekki en ég er frelsisins maður. Hvar sem þú vilt koma því fyrir? Herru, en nú verðum við að skipta yfir í listamannin Davíð og horfa á smá samantekt. Hefur komið víðar við inn í pólitík. Já. Góða ferð, Bubbi minn. Og myndu nú að setja á því trefilinn og vettlingarna ef þeir eru kallt. Já, ég gleymdi að segja þér að ég fel yfirstjórn ríkisins í þínar hendur. En fjármálabókin er í vasa mínum og hjálpi þér haminginn ef þú svíkur mig. Á sælu sumarnótt þungur regn og stræti haminguna sem það var rétt innan seilinga. Á þeim árum var erlent sælgæti sjaldséð, sást eingöngu á tyllidögum eða í þau fáu skipti sem einhver ættingi kom úr siglingu. Þetta var á þeim tíma þegar eplalyktin var ilmur jólanna og ávexti slík munaðarvara að sá sem átti epli, eða ekki sé talað eplakassa, þurfti ekki á fleiri veraldlegum gæðum að halda
Ég sé það! Hvað? Það er hann úti! Hvað? Tyggjóbréfið! Það er hvítt! Klukkan orðið 5 og við erum búin að loka. Eða viltu koma klukkan 10 fyrir Við erum frá rannsóknarlögreglu ríkisins, Nikulás Kristjánsson heiti ég. Við hefðum þurft að ná tala við ríkið en verðum þá að láta okkur nægja að líta aðeins inn á skrifstofun hans. Ég hafði ekki nógu mikla trú á mér sem rithöfundi hér á árum fyrr. Ég hélt ekki ég geti verið alvöru rithöfund. Það þarf mikið til. Þannig að ég var alveg sáttur við að fara í það sem ég fór síðan í og hef gert eins og ég getaði í því starfi og hamast í því en svona gripið þetta eins og hverja aðra garðvinnu. En þetta er mín aðferð svona til þess að kúpla frá. Mín aðferð til þess að vera einn með sjálfum mér. Mín aðferð til að ýta því sem ég er að fást við alla daga til hliðar. Það hendar mér óskaplega vel. Það finnst mér vera svona bara eins og ég sé búinn að fara í bað. Þetta er svona frekar létt viðhorf til listarinnar og þú virðist ekki taka þetta, líta á þetta svona sem hliðarstarf. En ef maður svona skoðar æviferilinn, þá virtist hann alveg geta legið til lista þannig í byrjun. Þú veist, framkvæmdastjóri listahátíðar, það vinna hjá leikfélaginu. Starfið í almenna bókafélaginu. Já, einmitt. Hópið margra góðra manna. Og síðan skrifaru 2 leikrit í samstarfi við aðra, gerir prýðilegi sjónvarpsleikrit sem ég horfði á aftur og voru haglega gerð. Var þetta aldrei inn í myndinu bara að leggja fyrir sig listina? Jú, mér langaði til þess á tímabili en þetta æxlaði nú svona. Ég er náttúrulega sem betur fer ekki haldinn einum sjálfsblekkingum. Ég veit alveg hver minn takmark er og ég get guttlaði þessu með en ég er aldrei í fremstu röð á þessum sviðum og leikriti mín sem þú veist að hrósa þakka þér fyrir það. Þau eru svona allt í lagi en þau lifa nú ekki neitt sem snilldarverk, satt best að segja. En þau gerðu mér gott í að skrifa þau. Er von á skáldsögu núna? Kannski meira til? Ég hef nú verið að reyna að skrifa en ég bara hef verið kraftlítill svona framan af þó ég sé komið afl núna. Svo gott skrifborð á Bessastöðum til þess að skrifa? Ég á ekki erindi þangað. Eins og er ég komið góðan sumarbústað því að ég hjónun áttur lítinn sumarbústað, er nú komið alvöru sumarbústað með hita allt árið og rafmagn og heitt vatn og þar get ég skrifað. Það kemur ekkert í greina að fara í forsetaframboð? Nei, nú er ég að hugsa mér lífið án kosninga. Það er minn draumur núna sem ég er að horfa til. Án þess að menn getur náttúrulega nokkuð tíma fullyrt framtíðina. Telur þú að þú munir aldrei fara út í stjórnmál aftur? Hvað ungu maðurinn? Já, ég ímynda mér það að það verði ekki tilbaka snúið. Það er eins og borgarstjórastarfið sem ég hafst afskaplega gaman að því að sinna. Ég sæi mig ekki fyrir mér í slíku starfi aftur og ef ég er genginn inn í Seðlabankann sem að Flóri Sólusson kallaði nú held ég bleðlasangar inn í bergið þar að þá á ég að gæta hlutleysis og vera óháður stjórnmálum og þá held ég það sé nú ekki leiðin inn í stjórnmál og nýjan leik þannig að ég held að það sé svona einstefnu gata hvað það varðar. Færi þá ekki vel að þú endar þetta á heilræðum til arftakana? Já, bara vera heiðarlegir sjálfan sig og aðra. Hvort tvekja þarf til. Það dugar ekki vera heiðarlegur og aðra, menn það líka vera heiðarlegur sjálfan sig. Og ég vil líka nefna það, ef ég má ljúka þessu, ég er þakkláttur fyrir umsagnir andstæðinga minn í dag, eða manni í öðrum flokkum og örlæti þeirra í minn garð. Það var mjög kurteist og vinsamlegt. Þegar nú hljóta þeirra, ég hlýtti að fara svolítið í taugarnar aðeins stundum, en það var mjög myndarlegt og sýnir hvað er nú samt sem áður, þrátt fyrir allan slaginn, svona vinsemd undir niðri. Takk að gæla fyrir komuna og við óskum þér að sjálfsögðu velfarnar í starfi eins og aðeins. Takk hérlega. Við verum hér á ferðinni á sama tíma á morgun. Þó ekki þú, Sigurður, þú ert að hætta eins og dag? Já, byrja upp á sama dag. Verið sæl. Verið sæl.